Það nú algjörlega slegið í gegn þetta kollab. Já. Ef við förum í gegnum það, þetta úr, ef við bara, kemur þetta ekki inn í auglýsingar hjá SFS? Jú, það var mjög ánægilegt. Andri, það sjávarútvegurinn sem að koma þetta. Já, það nefnilega málið. Við erum að nýta þarna hliðarafurð og gera hana enn verðmætari. Og við notuðum í fyrra, 70 tonn af kollagenni. Sem kemur þá úr 7.000 tonnum af fiskroði. Þannig að það munur að minna. Og fjárfestingin hún fyrst og fremst í kollab. Við Æsland springaði vass útlutningunum okkar að hann gengur bara eins og í sögu og hann skilar jákvæðri EBITDA og afkomu og hefur gert undanfarin ár. En kollab nýri útlutningi og við erum að hasla okkur völl. Hvar þið nákvæmlega fjárfesta segir þið þá? Við erum í Danmörku, höfum verið þar og erum núna að fara inn til Þýskalands. Í næstu og þannastu viku að þá kollab að fara í hillur verslana. Það búið að vera talsverður undirbúningskostnaður og við erum núna að fara að markaðsetja vöruna í Þýskalandi. Fókusunum fyrst og fremst á norðurhluta Þýskalands. En við erum að setja undir... Okkur fókus þar þá? Eru þeir þá... Þeir eru trendsettararnir í Þýskalandi. Þetta byrjar þar alltaf. Byrjar þar. Við viljum vera í Hamborg og svæðinu þar í kring. Og við höfum auðvitað framkvæmt ítarlega markaðsrannsóknir á þessu markaði. Og ekki bara að þá fellur þjóðverum bragðið vel í geð, heldur líka bara útlit og við getum sagt svona staðfærsla þessa vörumerkis. Þetta koffíndrykkur að einhver leiti, þetta ekki? Jú, þetta koffíndrykkur. Hann með hámarksmagni af koffini sem leyfilegt að vera með varaðmerkingar. Þetta svona 105 milligram af koffini sem svona álega eins og bara í sterkum kaffibolla. Fellur undir þá orkudrykkja kategóriuna eða? Já, það spurning hvað, þú veist, við kannski kjósum að líta á þetta meira sem lífstílsdrykk. En hann inniheldur koffin. Og þar með hann komin í koffindrykja hólfið, getur við sagt, ef það eitthvað hólf. En við mælum okkur og berum okkur saman við aðra koffindrykki. Og hér á Íslandi náttúrulega náðum við alveg einstökum árangri og urðum á nokkrum árum langverðmætasta vörumerkið, ekki bara í þessum koffin eða orkudrykja flokki, heldur bara yfir drykkjavörur í heild sinni. Kollab verðmætara vörumerki komin upp fyrir Kristall og Pepsi og Coke og hvað þetta heitir. Þetta verðmætasta vörumerkið á drykkjavörumarkaði á Íslandi og þetta svona ákveðin door opener í útlutningi. Þetta þykir alveg gríðarlega merkilegt sem það og þetta svona entry pointið, þetta svona það sem að tryggja okkur listannar í verslunum. Við erum búin að tryggja okkur listanir í 1500 verslunum í Þýskalandi. Við erum með 590 verslunum í Danmörku og raunar sagði ég frá því aðalfundurinn núna síðast að við ætlum að fara til Austurríkis líka. En það verður svona gert meira, við erum ekki að fjárfesta miklu þar í markaðssetningu, við ætlum að prófa það hvernig það gengur en þar eru 1900 verslanir sem hafa samþykkt að taka þetta. Hvað þetta mikið fjárfesting, segirðu? Við settum rúmlega 300 milljónir í þetta á síðasta ári og við ætlum að gera annað eins, 350 milljónir á þessu. Það fjárfestingin fyrst og fremst í markaðsstarfinu eða? Já. Þetta náttúrulega mjög djörf tilraun því að við höfum ekkert séð ofsalega mikið af, íslensku neysluvörum taka stökkið út með þessum hætti. Þannig að jáfnvel þó eins og bendir að varan hafi notið alveg einstaklega velgengni hér heima, að þá hlýtur að vera alveg rosalega áskorun að kynna þetta fyrir útlenskum neytendum þar sem að samkeppnin alveg gríðarleg og bara fá hilluplássið á athyglinna. Hárrétt. Og björnin ekki unnin þótt að fá listanir í verslunum. Þá tekur hinn raunverulega að vinna við að skapa púlið og eftirspurnina þannig að vara hreyfist í verslunum. Og þetta áskorunin. Við erum ekki með sömu vöðva þarna úti eins og hér á Íslandi þegar ölgerinn kemur nýja vöru innanlands að þá bíða allir spenntir og við fáum gott hillupláss. En þarna erum við bara einn af þúsundum nýra drykkja sem kynntur á hverju ári. Þannig að þetta gríðarleg brekka. En við ákváðum að tækifærið það hrópar á okkur og þetta væri glæpsamlegt nánast að fylgja þessu ekki eftir.
Þannig að stjórn Ölgerðunar ákvaða að verja það bil 1000 milljónum í að fylgja þessu verkefni eftir á 3 árum. Dreifist yfir á 3 ár og sjá hvernig tiltekst. Það alveg ljóst að þetta þolinmæðis vinna og ég hef ekki vonað því að það veri jákvætt cashflow út úr svona verkefni á næstu árum. En hins vegar þetta, eins og ég segi, þetta spennandi verkefni að fylgja á eftir og sjá hvort þau komast inn á radarskermin hjá svona þessum stóru og sterku. Vegna þess að það ju alþekkt í þessum bransa að ung og áhugaverð vörumerki og þau eru pikuð upp af stóru playerunum sem að hafa þá meiri vöðva í að dreifa vörunni og markaðsetta vöruna á viðkomandi mörkuðum, sko.